Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 20. og 4. apríl 2026 og Bitcoin í $77.746 og hjá mér sestur Björn Harðarsson. Vertu blessaður. Sælur blessaður. Og hvað segirðu gott? Bara ágætt. Ég held að við séum á hálfri leið milli halfing núna þessa dagana. Já, það getur nefnilega mjög vel passað. Síðast var það 19. apríl 2024, þannig að það bara kemur heim og saman. Rétt komin yfir það, þannig að styttist í næsta halfing. Einmitt, það væri mjög gott fyrir markaðina að hafa eitthvað svona katalista til að hlakka til, sko. En gleðilegt sumar. Já, gleðilegt sumar. Það sannarlega komið sumar, það var lengi að koma, en þú sagði við mig áðan að þú hlakkaði mjög til þessa hlaðvarps, þú væri með þú væri drekklaðinn af efni. Já, ég bara punktaði óeðlilega mikið niður miðað við svona hvernig markaðurinn er. Já, en ekki það, markaðurinn er aðeins búin að vera að taka við sér. Já. Og fórum alveg bara næstum því í 80.000, fórum yfir 79.000 í Bitcoin. Já, ég ætla að taka það fram, sko, þú veist, þó ég að punkta mikið niður, þá hefur það atriðin ekkert með það að gera hvernig markaðurinn er. Nei. Bara með að við, þú veist, við höfum verið með risa fréttir að við teljum sem hafa ekki treyst í markaðurinn, þannig að þetta algjörlega óhuga á því, þetta bara eitthvað svona sem áhugavert að tala sko. Já. En ekki ágætt að við byrjum bara á þá mánudeginum í þessari viku, þar sem Strategy kaupir, ein stærstu kaup? Já, það þriðja stærsta kaup Strategy frá uppi, þeir keyptu 34.164 Bitcoin, þeir hafa bara tvisvar keypt meira. Þetta þá rúmlega 2,2 miljardar 2,5 miljardar dollara. Þeir keyptu einu sinni nóvember 24 keyptu 55.500 Bitcoin á verðinu 97.862 og svo keyptu 51.780 á verðinu 88.627. Hvar fær hann alltaf hann pening? Hvar fær hann alltaf hann pening? Það finnst mér. Þetta alveg rosa áhugavert. Ég búin að hlusta nokkur viðtöl og þar með við hann og þetta nýja sem ég bara, þetta heitir allt einhverju svipuðu nöfnum, Strike eða hvað það heitir allt saman, sko, þessi verðbréf sem hann að gefa út. Og það virðist vera bara ótrúlega mikil eftirspurn eftir þessu. Hvort að menn sé að kaupa þetta því þið trú á Bitcoin eða samt hrættir við Bitcoin, sko, að því að þú veist, þeir eru svo sem að fjárfesta í félagi sem að fjárfestir bara í Bitcoin en þeir eru að taka 11,5% vexti. Nú hann farin að held ég að stefna því að hann verið að borga mánaðarlega vexti, hann að fara í hálfsmánaðarlega vexti. Það allan að maður hefði haldið að sérstaklega svona á þessum svona heildarmarkaðin svo það svona einhver leiti þá væri menn svona svolítið tilbaka að fjárfesti í einhver svona skuldabréf hjá svona fyrirtæki en það bara virðist vera endalaust fjármagn sem hann fær. Já, það blasir við. Og svo þetta náttúrulega þannig sko að ef þú veist það bara, maður finnur það bara öðruvísi, það eiginlega ekki sambærileg stemning á markanum þegar Bitcoin í þetta 77.000 með við 65-60.000 eitthvað svoleiðis. Já. Samt þannig að það ennþá gríðarleg varkárni og það þorir enginn að vera bjartsýnn eða neitt svoleiðis. Ég gæti trú að sjáum fara örla á því ef við förum eitthvað yfir 80 sko, að þá svona fari menn að vera örlítið eitthvað brattari sko og jafnvel fara að koma því, þú veist, ef við höldum áfram að sigla upp að þá fari maður að heyra svolítið af svona mönnum þú veist, að ég hef ekki keypt hana, ég var einmitt að pæli í 60 okkar en ég held að það færi aðeins neðar, skilurðu mig? Já, mér veist ég aðeins heyra svona, það eru einn og einn farin að segja á búlmarkaðurum, þetta staðfestingarbotnir sér náð. Já, en of snemmt. Já, allt og snemmt sko. En klárlega með að við þú veist, ef við ljáum því eitthvað vægi sem bara hefur verið talað mjög mikið að annarkvort verði botnin hann apríl-mæ eða í október að sko þú veist, hvað segja, þú ert alltaf að koma með eitthvað í hendunar núna, ef þú ætlar að segja að botnum hafi verið náð. Þú
þú ert komið eitthvað í hendunar eða alltaf að miða við þennan tímarama frá þú veist, byggt á þessari 4 ára hringrás að toppurinn hafi náðst fyrir október fyrra, nú sé liðin einhver ákveðin tími þú veist, þá svona þú komið eitthvað í hendunar en eins og ég, allt og snemmt og ég að minnsta kosti andlega, fjárhagslega liggur við líkamlega bými undir að botnin verði í október. Já, og þú veist, og þó við færum eitthvað... Ég reikni með því, ég er ekki að segja það, en bými undir það. Og þó að við höldum áfram að fara eitthvað aðeins upp mér, þú veist, það þetta orðatiltæki hérna, sell in May, go away, come back in, október eða eitthvað sluðið, sko. Þú veist, það þýðir vantarlega að verði sé svona góðu verði í maí og fjara svo niður. Já. Ég heldur reyndar að þú virkilega skoðar bæði kryptomarkaðin og bara svona heildarmarkaði, þá er þetta bara misjæmt, sko. Við getum ekki dreiknað eitthvað endilega út frá þessu, sko. Nei, einmitt. En eitt með þessi kaupans Michael Saylor, sem er kannski áhugavert. Þetta gerir það verkum að nú er hann komin yfir 800.000, 815.000 bitcoin. Það steytist í milljónina. Og komin yfir BlackRock kannski. Og komin yfir BlackRock, það var það sem ég ætlaði að segja. Sko. Einmitt. Sem er 804.000. Og munun alltaf er að, sko, hann stakkur, hann vex bara. Já. Hann fer aldrei niður. BlackRock fer upp og niður. Já. En meira uppklálega. Já. En ég meina, þú veist, þetta er mjög áhugavert að mér finnst þetta svo áhugavert svona leikjafræðilega að pæla í þessu. Þú veist, hann er algjörlega sannfærður það að leikjafræðilega gangið algjörlega upp að því að þú getur brotið Bitcoin niður í 100 miljón einingar sem því það samkvæmt honum að það myndi ekki skipta máli þótt Strati myndi eignast 10 miljón Bitcoin skilur eða 15 miljón Bitcoin, þú veist að það er alltaf þetta mun alltaf bara hafa jákvæð áhrif á framgang og verðþróun Bitcoin. Persónlega er ég ekki viss það. Ég held að eign eins og Bitcoin þoli klárlega að það sé nokkrir risa aðilar sem eigi mjög mikið sérstaklega ef svona fyrir liggur nokkuð veginn að það sé aldrei að fara að vera selt sko en ég held enga síður að eitthvað veginn að hljóta koma að því að þetta sé farið að skaða Bitcoin. Sérst hvað hann á mikið? Já, en ég held að það sé alls ekki komið að því núna, skilur mig. Ég bara velta bara fyrir mig leikjafræðilega, þú veist, hans afstafa, hans kenning er svo bara það breytir engu máli þóttu myndum eignast nánast allt sko, af því að það mun alltaf vera eitthvað eftir og það verður þá bara verðmætur og það er hægt að brjóta það niður í 100 miljón einingar, skilur þú hvað er að fara? Þetta er hans afstafa, ég kaupi þetta ekki. Ég er aðeins að hugsa þegar þú segir þetta, nú er þetta bara komið upp í hugan á mér núna, ég er ekkert búin að hugsa þetta, þegar þú segir þetta, breytir það einhverju ef við segjum, nú hefur hann sagt að eina sem hann er að gera er að kaupa og eiga. Ef hann myndi breyta fyrirtækinu, strategi, í einhvers konar Bitcoin bankastofnun með eitthvað svona lending og eitthvað svoleiðis, sko, er það eitthvað meira á bakvið þetta fyrirtæki? Myndi það þá vera traustara? Mjög góð spurning, sko. Að því að óvandilega spyr maður sig, þú veist, er þetta módel sem hann er með? Er þetta til þess fallið að geta gengið upp varanlega sko bara, ég meni, einhverja áratugi sem dæmi, þú veist. Hann virðist vera alveg handviss það. Mér finnst það bara eitthvað skrítið sko að við ljósið þess að Bitcoin er eitt sem sko ber engan arð, skilur mig, þú veist, það er engar tekjur af Bitcoin eins og í Ethereum þar sem eru staking-tekjur eða Solana og þú varst held ég með einhvern punktum það líka já, sem hægt að koma inn á þetta en þú veist, það er þetta svar þessu einhver litið, þó ég sé nú ekki sérfræðingur í þessu, að þú veist nú hefur við séð það bara eðlilega með hvað market capið á Bitcoin hefur þetta bara stækkað, þá er hérna prósentala hvað Bitcoin hækkar á meðaltala 4 ára fresti alltaf minni. Heildar markaðsvirði. Heildarmarkaðsvirði, ekki markaðsvirði. Takk fyrir. Þú veist, bara út frá þessum tölum með hans vextina sem er að borga, gefum okkur það bara
Bitcoin sé komið í bara eitthvað, $1,000,000 Bitcoin og þá hljótum við að gefa okkur það hækka nú ekki eins mikið hlutvarslega ég átta mikið alveg á hvenar þyrfti hann að hafa annarkvort ykkur meiri tekjur eða fara að selja. Já, nei, hann bara gerir ráð fyrir bara því að Bitcoin hækki á meðaltali ári hverju mun miklu meira heldur en það sem hann er að borga í vexti. Já, einmitt. Og einmitt eins og segir, sko, jafnvel ef svo atburðarás rætist, gengur þetta samt upp, sko, og ég er ekki með svari við því. Mér finnst bara eitthvað skrítið við það ef ég ætla að eiga eign sem er að hækka í verðmæti eignarinnar er að aukast jafnt og þétt ári hverju og hækkar hraðar heldur en vaxta byrðin mín er á öllum lánum sem ég er með þá finnst mér samt einmitt eitthvað skrítið, sko, ef ég hef á engum tímapunkti neinar tekjur, sko, af eigninni og ég ætla mér aldrei að selja eignina þetta bara svona þetta virkar á mig pínu skrítið, sko, af því að sem dæmi eitthvað veginn, ég segjum að vera að gera þetta með Ethereum, ég ætla með Solana af því að það er nú hærri vextir á Solana en segjum bara Ethereum að þá gætur verið með til dæmis einhvers konar strategíu þar sem þú segir ok, ég ætla að nota allar staking-tekjunar til þess að greiða af lánum eða greiða vextina, skilurðu. Já. Og þá ertu komin með einhvers konar plan sem maður hugsa, já ok, þetta er til þess fallið að svona ganga upp varanlega. Hinlegin er einmitt eins og hún segja, þú veist, ef myndi eitthvað veginn eða myndi breyta aðeins módelinu hjá Strategy, þar sem þeir myndu segja sko, þú veist, það er augljóslega heilmikil svirði að eiga hérna 800.000 Bitcoin og það er að nota í mjög margvíslegum tilgangi. Kaupallir þurfa þetta, alls konar fyrirtæki og allskinn starfsemi, náttúrulega fyrsta augljóslega sem mann dettur í hugað tvennt, það er annars vegar lánastarfsemi og hins vegar sko þegar þessi trading sem sagt þegar menn að taka skortstöður og langstöður að nota sem sagt bit og þú þarft að vera með eitthvað Bitcoin á spot til það sko, til að gangi upp. Þú veist, ég myndi halda að það væri svona frekar sterkur leikur að fara allavega að íhuga það sko. Já, og margir talum þetta, hann hefur samt neitað í viðtalum, sko. Já. En þú veist, það kemur svo sem inn á þetta sem að þú myndist það á Ethereum, það var svolítið áhært mannstætti fyrir nokkrum ára síðan þegar það var alltaf að vera að tala Ethereum sem ultrasound money. Ultrasound money, já. Og var eitthvað síða sem að þá er það rauninni, sko, hvort það sé verðbólga eða hvað segir maður, verðhjöðun. Já, verðhjöðnun á markaðanum. Einmitt. Eða þú veist það að segja hvort að það sé heildin er að Bitcoin að Ethereum markaðan sé að minnka eða aukast svona. Og það kom út skýrsla núna einhvern daginn sem var verið að skrifa, það sem er þessi byrjar þessa umræðu svolítið aftur að út frá þessu sem að þú varst að segja að því að Bitcoin gefur enga vexti þannig séð, það er bara Ethereum í staking gefur vexti og vildu meina þar að leiðandi að í framtíðinni er þið rauninni miklu meira vægi þess að Ethereum er þetta og það er vitnað í hagfræðingin á 19. öld Karl Menger og setningar sem að Warren Buffett sagði, hann fjárfestir aldrei neinu sem gefur ekki neitt einhverja vexti af, einhverja tekjur af, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er verið mantra svolítið hjá þessum Keynesian hagfræðingum. Eitt af þeim sem þeir nota mjög reglulega til að gagnrýna Bitcoin er að það ber ekki vexti, það er ekki arðberandi eign, sko. Og mann er alltaf fundist þótt frekar lítið til þessara sko málflutningskoma, en ég skildi einhverju leyti og með Ethereum á þessi gagnrýni augljóslega ekki við.
Nei, svo reyndar ekki með neinar proof of stake myndir. Já, svo þú veist, gangaði það langt ef þetta text, þá mun, þú veist, verðið þá í þriðum farið $250,000 og það er þetta bara, þú veist, þá er þetta allir að tala um það og þú veist, það sagði ykkur, hann sagði nú bara þetta text, já, en þetta er samt verð ágiskun einhvern veginn og það er það sem ég heist svo leiðilegt, sko, þegar maður leiður svona tala er sett inn í þetta já. Þá missir umræðan svo mikið margt. Þá fer hún bara þangað. Já. Scott Melker segja, hvað er þessu menn að reykja? Já, þetta er, þannig að við erum að tala um, þú veist, 100-faldir, þetta er svona alltaf annað í þessu, þú veist, að 100-falda virði ykkur eignar í þessu, sko, Fiat-hagkerfi sem við búum við, það er ekkert merkilegt eitt og sér, það þarf hinabreytuna þarf í formúluna og það er hver er tímaram? Já, ég held að það var ekki neitt tímaram í þessu, sko. Það er ekkert merkilegt, segjum að, já, ég sé þetta svona að þetta gerist á 100 árum, skilur, þú veist, að 100-falda ansi margt á 100 árum, sko, í hérna þessu þenslu hagkerfi sem við erum með, sko. Já, satt. En hérna, þú veist, ekki það, Ethereum hefur farið í gegnum nokkrar 100-faldanir, þannig að 100-faldinni viðbót, af hverju ekki. En ok, hérna, þetta er áhugavert, en ég ætla að segja það, þú veist, Ethereum er búið að standa sem samt, myndi ég segja frekar þokkalega með að við, þú veist, ég meina nú er það eitthvað 2300 þú veist, það er enga verið að segja þessi sömu vonbriði gagvart Ethereum og til dæmis Solana, sko. Nei, og þú veist, það staði sig ágætlega í svona þessu samanburði við Bitcoin, það var svona smá skellur í vikunni sem hafði áhrif á Ethereum. Þannig að þú veist, það er kannski ekki, hefur ekki staðið sig eins vel þá undanfærðan daga eða eitthvað svoleið, sko. Nei, einmitt. En já, hvaða fleiri atriði eru það? Já, kannski farið bara í þennan skell sem er svo sem ekkert Ethereum skellur, sko. Já, tala um AVE. Já, AVE, já, það er ein leið til að segja það. Þetta er svona aðeins flóknæri, förum bara í það. Manstu vorum að tala hérna um drift hérna og Norður Kóru hérna, sem er rauninni, hvað segja, hakk nema það sem einkenndi það svo sem er að það var ekki svona tæknilega séð hakk, það var rauninni bara að vera að plata fólk. En þessu varð hérna stærsta hakk ársins núna á hérna, plattformi sem þú eru aldrei heyrt, Kelpdao, þar sem að var hérna, já, tekið $290 million. Okay, og þú veist, ég skal svona aðeins og þú ert talað með ekki það búa til þetta, hvað, RS Jú, ég skal bara svona aðeins reyna á þess að vera oft tæknilegur því ég er búin að reyna að skoða þetta er það flókið og þó þú sé búin að vera mörg ár í hérna kryptó, þá held ég að þú ert ennþá ringlaður þegar þú hérna, en svona í stuttumáli þá er Kelpdao svo kallast hérna restaking plattform á Eigenlayer sem er rauninni restaking að þú getur steikað eins og við vorum að tala um áðan Ethereum, en svo getur þú restaikaði aftur og fengið meiri vexti sem er alveg áhugavert konsept í sjálfu sér og það sem að rauninni þeir gera, þeir einhvern veginn hakka rauninni hérna brúna á milli plattforma sem hefur oft verið svona veikasti punkturinn í þessu svona tæknilega öryggismálum í kryptó, svona flest hökk eru einhvern veginn þar. Það er þessi svona bridges, þessar brýr. Já, þessar brýr hérna á milli. Það sem þú fara úr einni keðju yfir á aðra. Já, það getur verið Ethereum Solana, Ethereum Arbitrum og svo framvegis. Til að fólk skilji hvað þetta er, af hverju þetta er mikilvægt, hverju þetta er gagnlegt, er þetta því að ef ég á Solana sem er á sjálfstæðri Solana keðju og mér vantar að eignast til dæmis í Ethereum að þá er ákveðin verkefni eða ákveðin plattform sem bjóðu upp á það að ég náttúrulega borgi ákveðna þóknun fyrir og ég selji þetta Solana á Solana keðjunni og ég fái þá Ethereum á Ethereum keðjunni. Og dæmi það, þú veist að ég held ég muni rétt að þið í Myntgaup hafi verið með, sko, þegar þið komið fyrst með USDC,
að þá hafi það verið á Ethereum bara rauninni þegar maður var að senda það frá sér og það sem ég þá gerði oft og hefur oft notað þetta er að ég sendi það yfir á Phantom-veski og þar gat ég brúað á milli yfir í Solana og borgaði eitthvað smá þóknir fyrir. Og svo veistu að við erum komin núna með Solana-keðina líka. Já, þess vegna að segja sko þið voru því að ég sá það daginn að ég gat gert það bara beint af Solana. Já. Þannig að þú veist, mér veist miklu betra. Ég hef alltaf bara verið, fundist sérstaklega út af öllur, fundist það smá óþægilegt. Já. En allavega, úr þessu Ethereum sem eru restake, þá verður til þetta RS ETH, þarna á þessu Kepler. Það er sem það verður restaking ETH. Já, og þú getur með svona, haft aftur meiri tekjur með því að fara með það á DeFi og þú veist, tekið lán út af það og svo framvegis. Sem ég vissi reyndar ekki rosa mikið fyrirfram, sko. En það sem þeir gera rauninni, þeir fara með þetta á plattformi svo Aave, Compound, Euler og eitthvað svona fleira sem eru svona DeFi, svona það sem þú getur tekið lán til dæmis, sko. Já, en maður heyrði eitthvað bara fréttir af Aave. Já, kannski að því Aave er stæðst og það var mest sem var gert á Aave. Okay. Þannig að þeir rauninni leggja inn RS-ið og taka lán út af það, fá ETH í staðin eða wrapped ETH, bara svona venjulegt. Já. Og svo fara með það út allt og taka það þaðan. Þannig að eftir situr á Aave rauninni smitað RS-ið. Já. Þannig að rauninni þess vegna... Bara verðlaust tóken í raun og veru, sko. Já, þess vegna rauninni tapið hjá Aave mjög mikið. Já. Og hver ber... Já, það rauninni... Hver ber tapið? Það bara ekki komið á hreint. Það svona eins og að kjálta á og þurfa að taka svolítið ábyrgð ákvörðun með það, því það eru miklu fleiri, því svo fer þetta út allt. Já. Og ekki bara þarna og þarna á einhverja fleiri, á mörg layer 2, held að það sé allan að 5 layer 2 sem þeir fórum með þetta yfir á, sko. Og já, og þú veist, og gerir þetta ekki bara á Aave, sko. Þannig að þú veist, ok, sleppum þessi tæknilega og bara, þú veist, förum bara í þú veist, það sem kemur að þessu mörg layer 2, þetta Aave, þetta Compound, þetta layer 0 sem að rauninni brúin á, þetta þú veist, eins og segir, fullt að layer 2. Sleppum tæknilega og svo kom bara tækniruna. Já, þú veist, og þetta rauninni plattformir sem verða fyrir þessu, sko. Og hverjum þetta að kenna? Það þetta að fara í margt í þessu, sko. Ein spurning sem ég með ég var að setja með, ég kafaði ekki mjög djúpt, ég bara lasand einhverjar 2 fréttir þetta. Spurning sem ég setja upp með hvernig stendur á því að plattform eins og Aave, líklega virtasta DeFi plattform í kryptó, hvernig samþykja þeir eitthvað svona token sem fyrir láni? Já, sko það finnst mér alveg stórfurðulegt. Það hefur ykkur leiti verið viðurkennt að staking ETH sé bara sæmilega valid, en það samt rétt hjá þér að þeir allavega svona, það hægt að gagnrýna Aave fyrir svona smá allavega eitthvað svona öryggis tjekk á því sem þeir eru að gera. Svo ég skal nefna þetta dæmi. Ég meina helsta gagnrýni á Kelp og þessa brú þetta svona eins og, ég veit ekki, svona, við höfum oft talað svona multisig samþykki og þú veist, og við getum talað að samþykki sem á Bitcoin fyrir að færsla sér sönn. Þeir geta rauninni haft að held ég alltaf 5 samþykki þurfi. En það sem þurfti til að samþykja þetta rauninni að þessi sent á milli rauninni var bara 1 samþykki. Þannig að það má gagnrýna Kelp fyrir bara þeir voru bara að nota lægsta öryggisstaðal fyrir og það var rauninni hakkað. Og svo þetta gagnrýna Aave fyrir að hafa tekið við svona mikið af ykkur tókenni sem að það var, því það mér skilst til dæmis að þegar þau tók þetta RS-ETH inn, þá var einhver sem gagnrýndi öryggið á bakvið RS-ETH sem út frá þessu eina atriðina. Þannig að það þetta að segja það ákveðið það þetta gagnrýna sko, þú veist, Kelp, það þetta gagnrýna þú veist, þetta fullt af einhverjum tæknilegum hlutum með hversu öryggt þetta gagnrýna Aave, minna við erum talað gríðarlega fjárhæðir
og svo þetta að segja, svo aðrir í þína til dæmis, þeir eru með einhvern veginn svona öryggisstaðal sem að þú getur bara sendt eitthvað $10 million í burtu á eitthvað sólarhringu, þeir senka því upp á það ef það eitthvað svona, þarna gáttu þeir bara tekið 290 milljónir bara í einu bretti. Þannig að það þetta að segja það, en svo kemur inn í þetta fleiri ángar þessu umræðu, af því að það náðist að frista 71 milljón af þessu. Og árið fyrir lengra, eru gerendunir í þessu, þetta Norður Kóreu? Það er talið mjög líklegt, það var sér ekki búið að staðfesta það. Ég hugsaði meitt sko, bara ég maður á kannski ekki að segja þetta, en þannig að var ekki gott bara að teimið sem fór til Venezuela myndi fara að sækja hérna. Kim Jong-un, já, einmitt. Án grín sko. Þetta alveg, þetta er algjör vírus á kryptóðunan og þetta bara verða, svo komum við inn á það, þetta bara verða verra og verra því þeir eru að nota gervigreind til að reyna að finna út hvar veiklingar þeir eru. Og ég hugsaði eitthvað sem ég ætlaði að segja í þættinu daginn. Þú heyrðir á þess að Mythos uppfærslu hjá hvað heit það, Klot, sem að þeir ákveða að koma ekki með en er ákveða að gefa aðgang að þessu stórum fyrirtæki til að tjekka sín eigin öryggisstaðla. Ég skoðaði svolítið eina lista og ég var smá, kannski er ekki hlutlaus, ég var smá svektur að balkakeðirnar hefði ekki fengið aðgang að þessu til að tjekka sitt af. Ég myndi alveg vilja það, sko, því það þarf aðeins að stíga upp og fara í gegnum bara vinnureglur og öryggi og svo framvegis, sko. Því það er ýmsir sem klikka hana, sko. Já, ég meina, þetta sko, þetta bara veldur kvíða og óryggi þegar, einhver veginn skilur, þetta að gerast allt of oft. Eitt skipti væri of oft. Ekkert málið þetta að gerast 2015 eða eitthvað, þá var þetta bara glæni í tækni og eitthvað svona bara að spreita sig og mistök gera og alls konar, en núna þegar kryptó að reyna að gera alvöru tilkall til þess að vera bara einhver veginn sjálfsagður og stór hluti af fjármála heiminum víða veröld og svona hlutir að gerast, ég bara skiluru og svona bara einhvern tilhugsunin sko, ef maður hefði verið að nota af til dæmis að fá lán, ég áttam á því að þínir hagsmunir eru enn sem sagt öruggir sko, eins og sækir standa, en þetta samt sem áður ég myndi drífa með að taka peningi minn út sko. Já, og fyrst þú kemur inn á það kannski það sem að þetta ekki bara eitthvað eitt hakk, þetta þessi áhrif inn í DeFi, innan við 48 tímum þá var 13-14 miljardar útflæði í DeFi heilsinni og þaraf var 6-7 miljardar útflæði bara af AFI einu saman og AFI þetta var hrundi næstu 20% þannig að þetta setur spurningamerki við traust á DeFi að því og mögulega núna þessar miðstýru kaupallir kannski svona smá auðvitað finnst þetta náttúrulega mjög leiðilegt skiluru, en að því að umræðan svo mikið búið að vera sko að þær verði bara gagslausar skiluru, þetta verði bara DeFi sem taki yfir allt sko. Ég segi fyrir mitt leiti bara gleymdu hugmyndina, ég sé að fara að vera með alla mína peninga í ykkur DeFi dæmi, svo gerist bara eitthvað svona og þú átt eitthvað veginn, þú átt svo rosalega takmarkur réttindi og raunverulega engar boðleiðir til að sko beina réttinduðinum skilur í einhvern farveg sko. Það engin maður sem fer yfir festlur og switchar þeim einhvern veginn baka, það ekkert, ef það eitthvað svona know your customer einhvern veginn, að vita hver það þá svo sem hægt að gera mögulega eitthvað en þarna það rauninni mjög lítið sko. Hins vegar bara svo skjótið að það bara sem kemur inn í umræðu sem við stundum haft hérna og kannski að fá þitt álít af þessu, það sem gerðist að það var eitthvað heldur $71 million ennþá inn á Arbitrum sem layer 2 í Ethereum þar sem að öryggisráðið sem ég vissi ekki væri til hjá Arbitrum kom saman 9 manns og tóku ákvörðun að frista það og maður geti sagt, já bara frábært
og þannig að það var náða að stoppa það af. En þetta kemur upp þessar spurningar, hversu dreifstýrt þetta? Ekki líka þessar spurningar, við vorum að ræða USDC og þú veist, hvað þýðir þetta? Þýðir þetta núna getur, þú veist, yfirvöld haft samband alltaf við þá og segja, heyrðu, við erum bara, þetta eitthvað dúbíus, eitthvað, fristi þetta fyrir okkur. Þú veist, ég veit það ekki. Ef þú hefði verið í þessu öryggisað, með hverju hefur þú kosið? Vá, þetta stór spurning. Ég skal segja, úr því að þetta úrræði fyrir hendi, þá hefði ég kosið með því að frista þetta. Og þú veist, það bara, ástæðan einfaldlega bara svo bara, heyrðu, þetta er bara hræðilegur verknaður sem augljós, það er einhvern engin ágreiningur eða ekkert svigrúm til neins vafa eða einhver og fólk á ekki að hagnast á eigin rángindum, það er svona grunnprinsipið í réttaríkinu og og svo bætur því ofan á að þetta er líklega að fara í fjármögnun gereyðingavopna hjá Norður Kóreu að þá er ég bara þar að ég er ekki nokkur meinast vaðan það, ég hef kosið með því að frista, ég er ánægður með að það hafi verið gert að því sögðu og það er bara stjórnspekilegri umræða að þá er ég þeirra skoðunar að tæknin eigi að vera þannig úr garði gerð að þetta sé ekki einu sinni val af því að það er ekki þetta þessi möguleiki sé ekki einu sinni verið hendi. Fattar þú hvað er að vara? Eins og ég sagði. En þá er bara hitt með þetta til þess að, þú veist, það sé físilegt að búa við þannig dreifstýrða tækni þar sem þetta er ekki möguleiki. Þá náttúrulega verða einhver veginn, þú veist, þá verðum við að vera komin á hans stað að varninar séu betri en þær eru. Skilur mig. Því að annars er þetta náttúrulega ítrekka að lenda í þessu og þá er niðurstaðan bara svo, eins og væri hjá mér persónulega, ég núna treysti ekki þessum DeFi lausnum. Mér finnst þetta mjög spennandi. Ég var nánast komin þangað að ég, sérstaklega með Aave, þess vegna er þetta svo mikil vonbrigði. Sérstaklega með Aave. Þess vegna er þetta svo gríðarlega mikil vonbrigði. Því að Aave var með eitthvað flottasta feril í krypto, í DeFi. Þetta var gríðarlega virt plattform. Þeir voru með, eins og ég segi, ég held að við séð að við erum að muna þetta rétt svona út frá minni að útlánarsafnið þeirra var 12-falt útlánarsafnið í íslensku bankana, bara þetta var risabatteri, rosalega flott, svo bara, þú veist, mögulega maður eitthvað en of harður en skiluru þetta gera verkum bara, mér langar ekki að snerta þetta núna. Mér langar ekki að snerta þetta og ég er ekki að segja að það get ekki komið tími sem ég sem sagt, fæ aftur traustið en það þarf þá eitthvað mikið að gerast og langur tíma að líða án atburða af þessu dagi. Já, ég er sammála og þú veist, þetta stóðu bara höfum á hreinu samt að það hakkið var ekki á Aave en þeir hefði geta gert miklu betur samt. Einmitt, það er rétt, já, hakkið, það er svolítið mikilvægt en þetta er samt rosalegt klúður að þú samþykir í raun og veru verðlaus tóken það eru þetta ekki plata kerfið. Jú, verðlaust þarna þegar það er komið þangað. Ég er að segja það. Þú veist, þetta er bara eins og, þetta er basically bara, og þú með Bitcoin og það hefur náttúrulega aldrei verið hackað og okkar lífskoðun og trú er svo að það sé ekki hægt að hackað og verði aldrei hackað. En gefum okkur í gæti hackaða að þá er þetta raunverulega þannig að 1 Bitcoin er núna $70.000. Ef ég fyndi leið núna til að prenta Bitcoin úr lausu lofti og ég prenta bara 1 Bitcoin, þá er raunverulega allt Bitcoin orðið verðlaust. Að því getum að ég geti prentað út í tvöfaldað magni umferð eða 10-faldað eða hvað það er. Og jú, þú veist, þú veist, eins og ég, þú veist, ég er algjörlega opinn fyrir því að ég sé að tala af ákveðnu vanþekkingu hérna, að sé að fella einhverja sleggjudóma, af því að, þú veist, ég átta mig á því að auðvitað væri ég ekki að tala með þessum hætti ef það hefði verið sendt til dæmis bara wrapped Bitcoin sem dæmi og það hefði gert það saman með það. Af hverju segi ég það? Því að ég þekki wrapped Bitcoin meira og það er eitt virtasta sem sagt
ein virtasta, hvað segir maður nú, vafið neikn eða hvað þetta en bara RSI í allavega í mínum bókum ekki á nærrið í sama stalli og til dæmis Wrapped Bitcoin og það hefði þátt að vera einhver meira varni við þessu. Sko, svona blasir þetta við mér. Ég ætla að fá að vera smá sammálaðir en samt töluvert ósammálaðir að því að þú veist, endanum sko þetta þú veist bara eitthvað token sem eins og Wrapped Bitcoin allt í lagi með þangað til því stólið, þannig að það getur alltaf verið stólið Wrapped Bitcoin. Já, en býttu fyrir ekki, ekki slið. Því var ekki stólið, það var búið til meira af aðila sem mátti ekki búið til. Er ég að miskila það? Ég held ekki að það væri bara hakkað bridgeinu og þeir náðu að taka það út. Nú, það breytir enda... Þar að leiðandi segi ég, mín helsta gagnrýni... Já, ok, þá afi kannski svolítið ósækjant að henda þeim undir út. Já, samt sem áður. Ég ætla að gagnrýna þá fyrir það að þú veist, það var vitað að öryggi í því að brúa þessi tóken á milli var ábúndavant. Það var vitað þegar afi var að taka ákvörðunum að bjóða upp og þú getur sett þetta sem collateral í það fyrir ekki í önskur slettuna. Handveð í í því að taka lán. Þannig að ég myndi segja að það mín helsta gagnrýni á afi að þeir séu þá ekki bara með hærri staðla fyrir því hvað þeir gera kröfur og þeir þá geta gert nei, þið getið ekki komið inn nema þið bætið þetta. Já. Og ok, þannig að það stendst kannski ekki skoðun hjá mér að segja að þetta hafi verið verðlaust tóken sem verið var að setja. Nei, þetta er bara steikað og rísteikað í Ethereum raunin sem að þú getur alltaf leist út aftur fyrir Ethereum. Því var bara stólið af þessu norður-kóresku hökkurum. Já, í rauninni þá er þetta... brúnni á milli. Já, og þetta er þá bara sama basically og ef einhver aðili kæmist yfir illa fengi Bitcoin og allt í lagi með Bitcoinið og hann notar það svo bara til að taka lán og fer svo bara með peningin eitthvað annað. Já, þess vegna getum við ekki... Ok, það breytir nú alveg miklu máli. Tókenið sjálfu sér. Við getum bara gagnrýnt rauninni hvernig haldið utanum þetta tóken. Þetta var mögulega eftiráskýring tifandi tímasprengja. Þannig að þú veist, og mér finnst það sérstaklega þetta hefur komið ofta áður. Þetta er ekki fyrsta skipti og ekki eins og fyrsta skipti á þessu ári sem að gagnrýnin hefur verið hefði mátt vera fleiri svona validator sem hefði átt að validata áður en það væri samþykkt, sko. En í öllu falli þá er þetta afskaplega leiðinlegt mál. Já, og líka bara fyrir bara DeFi og bara krypto út á við. Þetta er svona típisk frétt sem að ratar í fjölmiðla sem að venjulega tala ekki krypto. Það ratar í RÚV. Já, það. Já. Einmitt. Já, en ok, við held ég sem búin að afgreiða þetta nokkuð veginn. Vel verið til að taka það. Kannski ég enda á spurningunni, hefurðu áhyggjur af varanlegum áhrifum þessa á krypto í heild sinni? Nei, og ekki DeFi þannig séð í heild sinni. Ég held rauninni að ég vona það, þetta sé bara eitt af þessum atburðum sem að þeir sem eru að þróa í þessum heimi stígi bara upp. En jú, það sem ég veit bara áhyggjur. Ég hef áhyggjur af því að gervigreindin þú veist, við þurfum að vera þetta er svona svipað með kvantumdæmið. Gervigreindin er að vera svo þróuð alveg eins og við erum að tala um kvantumdæmið, sko, að við þurfum svo að stíga svolítið hratt upp. Ég held svo sem að það er miklu auðveldara fyrir öll þessi DeFi-plattform að stíga upp og bæta sig, heldur nokkuð tímann, sko, ná okkur sameiginlegri niðurstöðu á Bitcoin, þú veist, breytingum, sko, þannig að það þýlitum til trúi í því alveg bara að DeFi kemur sterkari tilbaka, en þetta er samt þegar ég svara þá finn ég bara svona óöryggi með að vera sannfærður, þannig sem ég segir að ég er ekki alveg sannfærður. Skil.
Já, nei, ég er sammála, ég hef ekki ágjörð að þessu svona til lengri tíma, en þetta er rosalega leiðileg tímasetninga því að þetta kemur svona einhvern veginn ofan í það að við erum aðeins að ná að vinna okkur upp sko í kryptó, þú veist, Bitcoin á nálgast 80 og svona þurfa að díla við þessa frétt er leiðilegt vægt lórið tekið. En þá held ég að séum nokkuð múin að afgreiða þessa frétt. Og þú varst með margt fleira. Já, ég er farin að vera með svona framhöld. Ég vona að ég verð ekki með mörg svona hakk framhöld sem er búin að vera undanfarið. Því miður held ég að ég muni vera með það, sko. Og, en ég er með framhald af hver er Satoshi? Já, sko, hann neitar fyrir að Adam Back allavega, ég sá það. Já, og þú veist, manstu þegar ég var að tala um þetta hérna fyrir hálfum mánuði síðan? Já. Þá sagðir, ég reyndar átta mig ekki að því hvort að þetta sé það, þá segir sko að því að þá sagði ég að Coinbase ætlaði að koma með eitthvað 20 og annan eða eitthvað sko. Og svo sá ég alltaf eitthvað tweet frá Brian Armstrong sem var að segja að þetta væri nú bara mjög líklega margt til í þessu og eitthvað svoleiðis en það er samt ekki frá þeim svona eins og... En var þetta ekki aprílgap frá Coinbase? Nei, það er alltaf, okay. Ég veit það ekki, hann var að tvíta þetta nýjasta, svo ég fari nú við það. Það var komin ný mynd, þannig að við erum að tala um það er komin 3 hver er Satoshi myndir á stuttum tíma. Það var komin ný mynd sem heitir bara Finding Satoshi, the search ends here. Gott nafn bara, þetta er búið, þurfum ekki að búið til fleiri svona myndir. Og ég er inn á síðunni, þú getur farið inn á findingsatoshi.com og bara hort á myndina fyrir tæpar $18 og þeir komast að niðurstöðu og niðurstaðan er rauninni að þetta sé ekki einn einstaklingur, þetta sé 2 einstaklingar og þeir nafngreina þá einstaklinga. Wow. Já, ég segja þér bara hverju það eru. Hefur hort á þessu mynd? Nei, ég bara sá þetta í morgun. Ok. Þannig að ég er ekki eins og búin að horfa á hinar. Ég ætlaði að... Þú varst ekki að finna þér? Nei, þú hefur bara getað spurt mig. Yngvi spurði mig bara fyrir 20 dögum síðan, sko. Okay. Ertu búin að horfa á Yngvi? Nei, ég horfði ekki. Við ættum kannski að vera búin að horfa fyrir næsta þátt. Já. Og hvað, en segðu mér, ég er svo, verður ekki svona spoiler alert fyrir náttúrulega að horfa. Já, er það, og ég þá ekki að segja frá þessu. Þátturinn er búin og sjáumst að vikunni liðinni. Ég er búin að koma með spoiler alertin, sko. Já, það er sem sagt þarna 2 einstaklingar, það er annars vegar Hal Finney og hins vegar Len Sassaman. Báðir hafa oft verið nefndir í þessu samhengi. Það sko, hann heitir Len Sassaman, hann er dáin líka og Hal Finney líka, þannig að við erum að tala um það er ekkert að spurja þá eins og raunin Adam Back, sko. Ég nefndi hérna í þessu þætti sem við vorum að tala um það. Hal Finney hefur alltaf verið svona, þú veist, það er gauðin sem ég myndi giska á. Já, og þeir vilja meina hann sé svona kannski hafði alla þá tæknilegu hæfni til að gera þetta, sko. Og meðan sko Len Sassaman hafi verið svona, þú veist, bara svona OG krypto punk, einhvern veginn, OG er svolítið sérstætt því hann er aðeins 31 ástur hann deyr, sko. Já, ég var að horfa á ég var að horfa á með krökkunum, ég var að meta sko að þau væri orðið nógu gömul til að horfa á Rocky sem er bara einar bestu myndir allar tíma, sko. Og ég ákvað að byrja á Creed myndunum. Sérst þá 3 eða eitthvað. Nei, sko, Creed er umverulega... Já, á þeim seinni myndunum. Það sem voru með Adonis Creed. Já, ég ætla að meina þegar hann var komin inn í þetta. Nei, hann var komin inn í þetta fyrsta bara. Já. Og og að því hún nefndir OG, sko, að þá sem sagt kallar Adonis Creed Rocky, sko, hey Unc, sko, stytting á Uncle. Hann segir eitthvað, did you just call me Unc? Hann segir, yeah, it was either Unc or OG. Hann eitthvað, what does OG stand for? Old ass gangster. Og ég hugsaði, maður notað svo mikið OG, sko. Hvað stendur það fyrir? Ég held alltaf að þetta staði fyrir eitthvað svona original eitthvað, sko, held ég.
kannski það og þetta var bara eitthvað sem hann var að segja í myndinni sko. Hann sagði alltaf að staði fyrir ég trúi nú ekki að þetta standi fyrir það fyrir oldest gangster en ok kannski getur ykkur innan fletti upp hvað þetta stendur umverulega fyrir sko. Aldrei að vita en ok hann það sem hann var svona OG CryptoPunk og hvað, finnst þér þetta sennilegt? Sko, mér finnst rauninni, ég er ekki búin að horfa á myndina, en svona það sem ég hef lesið mig til það, þá finnst mér rauninni, þarna kannski bara verið að velja menn sem voru í þessum heimi áður en þarna Bitcoin kom fram, voru í þessu CryptoPunk samfélagi. Þú veist, aftur finnst mér þetta að vera svolítið, sko, þú ferð með ákveðna hugmynd, hitt var þetta bara með ákveðna hugmynd, Adam Back, en þú ferð líka bara með ákveðna hugmynd, það er einhver í þessum hópi og svo ferð að leita. Ég gæti ekki séð svona, beint einhverja svona rosa sterk rök fyrir þessu, bara þú veist, líku við annað en þeir voru þarna, sko. Já. Og ég meina, Hal Finney fekk fyrsta Bitcoini frá Satoshi það eftir sér einhver styrst að senda það og senda það til einhver sem var að spjalla við ég átta mig á því sko en það þú sett gaurinn sem fær fyrsta Bitcoinið frá honum þú lítur að hafa þekkt hann þú veist það meina þekkt hann þetta var auðvitað sko spjallrás þar sem þessi menn voru að spjalla saman jafnvel í mörg ár að þróa, þú veist, komið hugmyndir og svo allir með sömu hugmyndafræðina og það var svolítið svona gegn stjórnvöldum, gegn peningum, þannig það var svolítið þessum tíma svolítið þéttur hópur gegn fiat peningum Já, ef þetta væri í dag, þú veist, á eitthvað Reddit þá væri 1.000.000 manns kannski á þessu en þetta er á þeim tíma sem að rauninni þetta er mailinglist, þetta er svona postlisti þú veist, það voru ekkit margir á postlistum þú veist, og þannig að þú veist Þannig að menn röglega upplifðu bara alveg eins og þú einhver sem er í tölvuleiku upplifir að það sé allir vinir hans þú hann aldrei hitt á sko, eða þú veist, sem vorst alltaf að tala við. Og ég meina, þá hefði hann átt að segja, ég ætla alveg að villa fyrir mönnum hver þarna ég er, þannig ég ætla að senda sjálfum mér Bitcoin til þess að, til að koma í veg fyrir það. Ég veit það ekki. En það er ótrúlegt, Björn, að sko, og gerir eitthvað þess að Bitcoin-sögu svo romantíska sko að við vitum enn ekki hver þetta er og ég held að við munum ekki komast neitt nær alveg saman hversu margar heimildamindir kom út sko það er mín ágiskun en okay. Ég man þegar ég var að virkilega að kafa í þetta kafa í bara í krypto 2020 ég fór nú að lesa mig til 2017 þegar ég fór virkilega svona fylgjast með umræðinu, þá var smá umræðin hver er Satoshi, svo hefur hún komið inn á milli, en núna kom bara einhverja 3 myndir og allir einhvern veginn að tala um þetta. Þetta var alveg eitthvað orðið irrelevant. Sko. En all right. Sko, ég veit ekki, við skulum bara bíða með þessa umræði, það verður áhugavert að vita hvað þið strákar segið. Það finnst það smá pírandi að borga $18 fyrir að það væri $5 væri annað. $20 fyrir Netflix í heila mánuð sko. Já, ég veit ekki hvort þetta á eftir að koma ykkur starf, ég sá bara að það var komið þarna sko, en ég ætla allavega, ég er eitthvað sem að byrja samt á hinni myndinni hérna, Adam Back myndinni en ég þarf auðvitað að fara að horfa eitthvað á þessu, ekki bara tala um eitthvað sem ég ekki hort á bara, já ég er með link fyrir þig, þetta er ekkert stress ok en þú fannst ekki OG? Jú Stendur það fyrir original? Já. Okay. Já. Það er bara original. Það er ekkert gangster. Nei. Jú, eða original gangster. Það stendur original gangster? Original gangster, já. Já, ok. Original gangster, ok. Þannig að þetta var svona, ég held að það væri bara original, ok, já. Það er original. Já, einmitt. Já, okay. Ég er svo sem ekkert með mikið meira. Það var svolítið áhugavert af eitthvað, ég held þetta að vera eitthvað svona þú séð þetta svona þar sem að þingið er að tala við ykkur, það voru þetta að tala við Kevin Warsh daginn og Elizabeth Warren sem er mesti óvinnur Bitcoin var mjög hörð við hann og hún var allan að 2 þingmenn sem spurðu hann alltaf are you sock puppet? Ekki ætla ég að skilgreina hvað sock puppet er það var að spurja hann hvort það var bara leikbrúða Trump sko. Það var mjög svona hart eitthvað staðar sko. Ég ætla reyndar ekki að tala um það var eitthvað annað sem var verið að tala við eitthvað
Admiral eða eitthvað á Pentagon og Bitcoin. Já, eitthvað sá ég það, já. Og mér fannst það svolítið áhugavert, sko, hann kommentaði svo sem ekkert á að eiga Bitcoin því að það væri eitthvað svona hernaðarlegt markmið, en sagði það að Pentagon væru að keyra Bitcoin node. Já. Sem þeir þá vantarlega einhvern veginn til að fylgjast með og reyna að fá eitthvað eftirlit, sko, eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. Já, líka bara, þú veist, ég held að það sé ekki spurning okkur einast því ef á því að, og alltaf nú þegar orðið og bara að fara að verða meira, sko, en gefum okkur að þessi framtíð sem rætist, að Bitcoin verði miklu verðmætara og gegni miklu stærra og víðtækara hlutverki í alþjóðlegum fjármálum, að þá að sjálfsögðu ekkert ábyrgt fyrir ríki, talanum ríki svo Bandaríkin að segja, já, við ætlum ekkert að taka þátt í til dæmis að keyra nóðurnar og vera að grafa eftir í, sko. Það verður þá bara orðið þjóðaröryggismál að, við verðum bara að eiga mjög stóra hlutdeild í námugrefti og keyra mjög mikið af nóðum, sko. Já. Og það þetta sem ég finn svolítið svona hillandi við, kemur inn á leikjafræðina í þessu, sko, og ég meina sama máli gegnur aðra keðjur líka, sko, að þetta fara að vera, sko, þjóðaröryggismál í rauninni hlutdeild og þáttaka ríkisins í þeim bálkakeðjum sem skiptir ríkið máli, sko. Já. Og sömuleiðis náttúrulega eiga mikið af tókenum líka, sko. Þannig að einhvern veginn leikjafræðin alveg, hún er, svo ég fá að sletta, hún er beautiful. Hún er beautiful fyrir Bitcoin, sko. Og það auðvitað, ég geti vel verið að ég geti einhvern mann komið með í bókahotni, bók þetta sem hernaðarlegt markmið, sko. Já, ég er ekki að lesa bók, þú múið segja mér frá þeirri bók, það væri frábær bók að koma með. Inn í einmitt framhald af þessum umræðum, sko. Að þó ef við séum búin að ákveðila bók næst þá getur þetta alveg verið hugmynd, sko. Já, einmitt. Varstu búin að ákveða aðra bók? Ég var búin að ákveða ykkur aðra bók en þetta skiptir ekki endilega máli í röðin. Ég skal sjá hvort ég finn þessa bók og koma með hana. Ég kannski verði ekki alveg búin að lesa hana alltaf en við getum öruglega fjallað hana samt. Já. Sem þú veist, að því það er kannski umræðin sem þú bara lest hana núna getum við klárað þetta einmitt ok horfður eitthvað á Kevin Wars á þinginu? Já. Hvernig fannst þér hann koma út? Sko, mér fannst hann koma bara það sem ég sá af þessu, þá fannst mér hann bara yfirvegaður, svara bara mjög vel, kom sér vel undan svörum, sko. Þetta náttúrulega, maður hefur hlustað á þetta. Ég skildi aldrei þessa spurningu, hver vann þingkostningar, hver vann forsetakostningar þar? Maður hefur náttúrulega hort á, ég hort á svona talsverðan fjölda af þessum yfirheyslum í þinginu og það er eitthvað einn það er svo, eins og ég upplifa þetta, svo algjör skortur á heilindum í spurningunum og sko, þú díla við það að þú veist, og svo alltaf að segja, þetta er bara já eða nei spurning, þetta er bara já eða nei spurning, skilur, okkur svara ekki spurningunni, en sko ef þú spyrð bara algjörlega fáralegra, ómaklegra gildru spurningar, þar sem sko, bara ég get alveg komið með eitthvað spurningu, sko, og sett hann einhvern ramma sem já eða nei spurningar en ef það er engin heilind og ekkert gott sem kemur út úr þú tapar hvort sem svarar henni játandi eða neitandi, sko, þá er þetta ekkert annað í boði en að halda bara áfram að svona hnoðast eins og þeir gera og Já, þetta bara til finnst mér þetta mjög leiðilegt, sko. Þetta margt ósangjant hjá Elizabeth Warren og fleira voru að vitna eitthvað sem að, sko, Trump hefur sagt hann og þar alveg væri hann leikbrúða, sko. Já, einmitt. Trump segir þetta endalaust að hann með sagt Powell að Powell mun skoðan og gera það sem hann vill og eitthvað, sko. En svo sá ég reyndar viðtal við hann þar sem hann var að leggja áherslu á að Seðlabankinn þyrfti að vera með, þú veist, hafa þekkingu á áhrif gervigreindar og hann vil meina að þú veist að það sé bara
Já, eitthvað sem geti leið til verðhjöðnunar að draga úr verðbólgu sem þeim finnst samt sko þú veist markmið hjá þeim náttúrulega að draga úr verðbólgu en þeir vilja samt heldur ekki sjá verðhjöðnun skilur Já, þú veist, já þeir vilja hafa hann sagði væntanlega að draga úr verðbólgu Já, alveg 100% og alveg áhugaður, ég sá nefnilega í svipuðum tíma sá ég skýrslu frá Bretlandi þar sem voru að sýna rauninni sko að það ekki orðið auki atvinnuleysi í Bretlandi út af gervigreindinni nú þegar og rauninni hefur orðið meiri eftirspurn eftir starfsfólki í þeim geirum sem taldi verið mestu hættu en þú veist, það kannski ekki nema svona 1,5 ár síðan rauninni gervigreindi var þá góð og hún gæti fara að taka yfir almennilega eitthvað störf sko. en þú veist og það búið að gerast bara klikkaði hluti síðustu 5 mánuði Já og ég held að margir sé svona nú er ég mjög spenntur, ég held að GPT 5.5 var bara komið út í gær Já og með að við sko bara stakkarskiptin sem það tók sko frá 5.3 í 5.4 það er mjög spenntur að sjá Já, og þeir voru að koma með rauninni sá ég sko uppfærslu á að búa til myndir og ég sá eitthvað svona umfjöllum það sem að þeir voru orðin bara þar allan sem ég sá, betri en sem að taldir að vera besti Nano Banana hjá Google. Já, einmitt. Já, nú erum við komin yfir í gervigreind. Já, það virðist vera trendið hjá kryptoliðinu en ekki þetta lavarp. Við fjöllum gervigreind svona öðrum þræði, eðlilega, en orðsteinin hér verður alltaf kryptó. Ertu með eitthvað fleira, Björn? Nei, mér langar bara það er ekki frétt bara smá hugleiðing sko. Ég velti fyrir mér þegar við sitjum hérna eftir viku hvort að við verðum með einhverja stóra frétt. Þetta er allan að sá tími ársins sem að líklega svo vika ársins sem að við búumst alltaf við risafréttum. Þetta er Bitcoin Conference í Las Vegas byrjar á mánudaginn. Ertu ekki að grínast? Hvernig er það með þess að búið að fara framjá? Já. Það er ekkert búið að fjalla um það. Nei, mér finnst það ekki og það er oft verið svona vikurnar á undan. Já. Ekki bara skellungur? Skellum á. Getur ekki bara sendt út það? Já, það er rosalegt. Það væri rosalegt. Sko fara bara frá 3 vikna krakka til Las Vegas í Bitcoin Conference. Það er rosalegt. Já, sko vikurnar á undan, þá kemur venjulega og sérstaklega vikurnar á undan, eitthvað svona rosa mikið pæling hvað verður stóra fréttin. Það var þetta Trump var það ekki fyrra. Já. Það var þetta El Salvador forsetinn tilkynnti hann ætlaði að setja Bitcoin standard. En svo hafa komið ár eins og árið á milli þar sem að rauninni allir heldur að Apple væri að fara að kaupa Bitcoin bara því að Jack Mallers var með Apple-húfu þegar hann var að undirbúa eitthvað sem var síðan ekki neitt. Sko. Já, áhvert. Og hvað er þetta nokkri dagar? Já, þetta er 27. til 9. apríl. Ok. Það verðum allavega með ég held þetta hlýtur að vera Bitcoin Conference, ég bara þegar þú segir að það ekki verið rætt þetta, þá fór ég að halda að það væri kannski ekki, þetta er það sko. Jú, þetta er það. Það eru, þú veist, það er eins og áður, ég var eitthvað að reyna að athuga með nöfni, Trump verður ekki, það eru Michael Saylor, Jack Dorsey og Todd Blanche, hann er US Svakalegt byrja, ég myndi skella okkur að sjá Saylorinn, tala þetta. Paul Atkins verður hann, Eric Trump auðvitað, Adam Back verður hana, við gætum verið með beina útsending og spurt Adam, ertu svo tósi? Já, ég hugsa að það er ekki mjög original, ég held að það sé svo mikið það núna, en hvað kostar það á þetta? Það er alveg slatti, sá ég, bara almennt verð, ódýrasta verði er $600. Það er nú eftir að ráði það. Við myndum auðvitað að fara á Pro Pass sem er 1699, sko. Eða Veil Pass sem er 12.999. Ég er ekki ljúgaður, þetta var ekkert eðlilega gaman að fara. Já, við verðum að skella okkur einhvern mann. Það er bara 100%. Og taka upp þar, við reynum að standa við það.
100%. 100% strókar. Já. Við þurfum tæknimann með okkur. Já. Okay. Það hafa tæknimann með ykkur í því. Förum ekki núna. Svona Las Vegas maður. Þetta væri gaman maður. Já, það er gaman að koma okkar. Ég hef komið það reynsunni. Já, aldrei hef ég farið. Það var náttúrulega bara ákveðið Mekka hjá Elvis sem bara legendary residence. Og magna með það að Las Vegas 1956 fór Elvis 21 árs spilaðar eina skiptið á ferlinum sem hann floppaði. Hann fór 21 árs, var búin að gera allt vitlaust í Bandaríkjunum og þar var hann að spila alltaf fyrir úlinga mestu leyti sko. Svo fór hann að spila bara fyrir 50 krát í smoking en á okkur dinner tables syngjandi Hound Dog og var eitthvað með Liberace og eitthvað svona og þetta hörtaði sko, þetta var gríðalegur skellur fyrir Elvis og ekki tilvæmlega svo valdan Vegas sko fyrir comebackið sitt 69 og það var svona þetta komst eins og með Batman sko að þú veist verður leðurblökumanna því að hann var svo hrættur við leðurblökur, hann var hrættur við höfnunni á Vegas og sagði bara Las Vegas verður staðurinn sem comebackið verður. En rosa ég hamingjusam með þínu vegna að þú komst Elvis inn í umræðan í dag. Já, ég meina, þú veist, maður finnur alltaf leiðir. Herri Björn, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Ólíklegt að næsti þáttu verið tekin upp í Las Vegas. Nei, kannski risafrétti frá Las Vegas, við vitum það ekki. Já, einmitt. Og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af viku liðinni. Þangað næst verið sæl.